Ummyndunin á fjallinu. Viljið ekki koma með mér í svo litla fjallgöngu, sagði Jesús við 3 af lærisveinum sínum, þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Hann benti á hátt fjall í fjarska. Jú, það væri gaman, svaraði Pétur. Þeir lögðu af stað. Leiðin var erfið og brött. Úff, hvað ætlum við eiginlega að fara hátt upp, spurði Jakob. Förum við ekki að verða komnir? Við ætlum alla leið upp á topp, svaraði Jesús. Þegar farið var að dimma, komu þeir upp á topp fjallsins. Lærisveinarnir settust niður og köstuðu mæðinni. Hér er aldeilis fínt útsýni, sagði Pétur og horfði í kringum sig. Þeir tóku ekkert eftir því að Jesús hafði ekki fengið sér sæti. Allt í einu varð skjanna bjart. Þeim var litið á Jesú. Þetta var skrítið. Það var eins og hann skini eins og sólin. Andlit hans lýsti og fötin hans urðu björt eins og ljós. Allt í einu stóðu 2 menn hjá Jesú. Þetta voru Móse og Elía sem voru fyrir löngu dánir og komnir upp til Guðs. En þarna stóðu þeir og spjölluðu við Jesú. Pétri, Jakob og Jóhannesi leið óvenjulega vel. Það var eins og þeir sjálfur væru komnir upp til himna. Mikið er gott að vera hérna, sagði Pétur við Jesú. Ef þú vilt, þá getum við tjaldað hér. Ég get tjaldað fyrir ykkur alla 3. Meðan Pétur var að tala, skýgði yfir þá bjart ský og rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlustið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir dauðhræddir og grúfðu sig niður í jörðina. Þá gekk Jesús til þeirra, snerti þá og sagði: Standið upp og verið ekki hræddir. Þegar þeir litu upp, sáu þeir engan nema Jesú. Á leiðinni niður á fjallinu bað Jesús þá að segja ekki frá þessu undarlega atviki fyrir hann væri risinn upp frá dauðum. Þeir lofuðu því.